Já, verið sælir, áhorfendur góðir og verið velkomin í KA TV. Hér heldur betur risaleikur að hefjast. Þriðji leikur KA og Aftureldingar í loka úrslitum Íslandsmeistaratitilinn í blaki kvenna. Og KA leiðir 2-0 og það þýðir einfallega það að sigri KA í dag þá hampar liðið Íslandsmeistaratitlinum. Afturelding hins vegar ætlar að gera allt sem þær geta til að koma í veg fyrir það og knýja fram fjórða leik sem eru þá í Mosfellsbænum og ef að Afturelding myndi vinna þann leika einnig þá 8 leikur hreinn úrslita leikur titilinn hér í KA-milinu en sjáum hvað gerist hér í dag. Við vitum það að stelpunir okkar eru heldur betur klárar í slaginn og ætla sér að klára þetta hér. Það fullt af fólki komið í húsið og það von á fleirum. Það verður dundrandi stemning hérna, það alveg klárt og ljóst að það alvöru blak veisla framundan. Já, við þurfum bara strax að kíkja á liðin. Byrjum á gestunum úr Mosfellsbænum. Númer 1, Valdís Unnur Einarsdóttir. Númer 3, Velína Apostolova. Númer 5 Þórey Símonardóttir. Númer 6, María Rún Karlsdóttir. Númer 7, Dagrún Lóa Einarsdóttir. Númer 10, Rut Ragnarsdóttir. Númer 11, Birta Rós Þrastardóttir. Númer 12, Astrid Eriksson. Númer 15, Telma Dögg Gretarsdóttir. Og 16 Tinna Rut Þórarinsdóttir. 18 svo Daniela Gretarsdóttir. Og þjálfari svo Borja González Vicente. Já, Afturelding með hörkulið. KA og Afturelding borið höfuð og herðar yfir öðnu liði vetur. Það séu engan halla þegar maður segir það. En þá komið að liði heima stúlkna. KA eins og segi 2 leikjum yfir í þessu 2-0. Sjáum hvernig KA-liðið skipað hér í dag. Númer 1, Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir. Hrafnhildur heldur betur stíu upp í fjarveru Gíu sem fráfærna meðsla. Númer 2 svo Nera Marteljan. Og númer 3 Thea Andrit, stigasti leikmaður efstu deildar í vetur. Númer 4 Auður Pétursdóttir. Númer 5 svo Pála del Olmo Gómez. Pála átti ótrúlega leikinn í KA-milinu síðast. Hún setti ekki bolta út, skoraði samt urmul á stigum. Númer 7 Jóna Margrét Arnarsdóttir, hún fyrirliði núna. Númer 8 Ída Katrín Kristinsdóttir. Númer 9 Ásta Lilja Harðardóttir. Númer 10 Lovísa Rut Aðarsteinsdóttir. Númer 11 Amelía Ír Sigurðardóttir. Númer 12 Rakel Holmgersdóttir. Númer 13 svo Valdís Kapitala Þorvaldóttir. Hún átti ótrúlega leik þegar KA vann bikarúrslitaleik þessara liða og var einmitt valinn besti leikmaður leiksins. Númer 14 svo Heiðbrá Björgvinsdóttir og 18 Lilja Rut Kristjánsdóttir og þjálfari KA svo sjálfsögðu Miguel Mateo Castrillo. En eins og ég segi, þetta verður algjör blak veisla. Þessi lið verið algjörlega mögnuð í vetur. Í rauninni bara tapað innbyrðis leikjum sína milli. Afturelding tapaði vísu fyrir Álftanes í lokaumferðinni í deildinni. Það var leikur sem hafði litla þýðingu. Annars, þessi lið mættust í bikarúrslitum í ótrúlegum leik sem fór í Odda hrinu.
deildinni voru langefst og fóru 2-0 í gegnum undan úrslita innvígin sín. Þannig að þetta algjörlega þannig að þetta eru 2 bestu lið landsins og það má reikna með svakalegri stemningu í dag og spurning hvort það muni hafa áhrif á spilamennskuna í dag að það verður svakalegur hiti í KM-inu og það þýðir einfallega það að það verður meira flota á bolta, það er hátt spennustig, það verður örugglega þónungri bolta sem að fara út sem hefðu annars ekki farið út. En sjáum bara hvort liðið höndlar spennuna betur. Afturölding að ganga hér inn. Alltaf verða klárt hérna hjá okkur. Það er algjörlega magnað að finna fyrir stemningunni hérna í KM-inu. Og það eru fleiri áhorfendur heldur en sjást í mynd. Það eru fullt áhorfendur undir stúkun okkar. Heyri það er alvöru stemning í húsinu. Og algjörlega frábært hvað fólki er búið að vera duglega að mæta á völlinn. En já, þá fer allt að verða klárt hérna fyrir fyrstu hrinu. Ágúst Stefánsson heiti ég og mér til aðstoðar er hann Birkir sem hefur nú verið með mér í síðustu leikjum. Velkomin Birkir. Já, gæðurinn. Virkilega gaman að hafa þið með mér hérna. Þetta verður algjör veisla. Þetta verður sko leikur. Það er bara þannig. Já, eins og segi sko, þessi lið alltaf er búin að vera í svakalegu leikjum. Þó að margir hafi farið 3-0, þá svo sem segi þá ekkert til alla söguna. Nei, klálega ekki sko. Ekki leikið með að fara 3-0 en það kom þess vegna að fara 3-2 sko. Já, eins og bikarúrslitaleikurinn fór, sem er líklega bara einhver allra besti leikur sem við man bara í langan tíma í plaginu. Já, sjaldan séð betri. Já, þetta er bara að stað og fyrsti bolti fer í net frá Daníelu. Ég var að segja þessi ekki hætt við að vera ansi margir boltar sem fari aukalega út með venjulega af því að það verður svo svakalegur hiti í húsinu. Jú, klálega og svo líka bara bæði lið þurfa virkilega að pressa í uppgjöfum til að ná að skora. Þú veist ekki að auðvitað bolta yfir eða það fari bara beint í bakið. Já, kemur Telma hérna á flottu bolti frá henni og Heiðbrá nær ekki að stýra þessum og það er ekki lengra hérna og ekkert mikið sjokk að Telma skori fyrsta stig gestana. Hún skorar yfirlega urmulega stigum. Og kemur Thea Andrić með fyrsta stigi sitt í dag. Thea, hún gerði einhver 28 stig í bikarúrslitaleiknum. Ég er nýbúinn að horfa á hann aftur, hann er svolítið fastur í snúa mér. Þetta var þetta geggjaður leikur. Þetta var alveg frábær leikur sko. Það er bara, það er fátt sem toppar hennan bikarleik. Já, nema kannski leikurinn í kvöld. Já, vonandi. Og kemur María, setur þetta í netið. Já, kom kannski ekki mikið óvart að þessi lið áttu nær alla fulltrúana í úrvalsliði deildarinnar í vetur. Nei, ég held að það komi kannski fáum óvart. Þetta eru 2 langsterkustu liðin á landinu í dag og algjörlega fín móttaka og fín bolta miðjuna, bolti fyrir út þarna. Já, 4-1 fyrir KA. Það er svo sem fyrirfram myndum að halda að sko afturning kom inn í leikinn rauninni algjörlega pressulausar. Pressan er að KA núna, búast við með að hafa klára fyrstu 2 leikina og reyna að klára þetta heimavelli. Klálega og þú vilt ekki bregðast þessum áhorfendum sem eru mættir hérna í stúkuna. Þvílík veisla. Það er nákvæmlega rétt orðið. Þetta er bara veisla, fullt fólk. Fullt af fólki, ekki fullt fólk. Fullt af fullu fólki. Já. Valdís kemur þetta með sitt fyrsta stig og fer svo beint í uppgjöfina fyrir afturhaldingu.
Fíkbolt frá henni en Lafnanar tekur vel við og kemur Heiðbrá og neglir þessu frábælega gert. Virkilega vel gert þarna. Það er vel gert hjá Jónu. Hún sá það að háorðin var meira klári frá loka Pálu. Þannig að Heiðbrá var hérna galopin og Heiðbrá nýtti sér þetta vel. Þetta er það sem við viljum sjá frá KS-telefónum. Það er að fá stig frá fleiri stöðum heldur en bara Pálu og Teum. Já, sammála því og talandi stigur því að það er Lovísa núna í uppgjöfinni. Hún hefur verið heldur betur að pressa með Ásum. Vel spila María menna bolta af háorðinni til að tekur vel við. Jóna velur Pála blokkur, boltinn er enn á lífi, vel gert og Heiðbrá með flotta bolta yfir. Nú er séns hjá Telma af háorðinni, boltinn er þessi ekki net þarna, nei, mók fyrir ekki því. En ekki svo sem grófasta mók sem hafið séð. Nei. Áfram með leikinn. Já, áfram með smjörið. Greinilegt að Sævar ætlar að taka hart á öllu hér í dag. Frábær móttöku á Teo, gefur Pála meðfram ávörðinni, frábæra slegið af Pálu. Og fyrsta stigið af Pálu komið. Pála í stuði í dag. Ég hef ekki ennþá hitt á að Pála er ekki í stuði, hvort það sé innan eða utan var. Ótrúlega skemmtileg hún Pála til Olmó. Já, en það kemur Astrid Eriksson með sitt fyrsta stig, minkar hérna í 6-4. Spurning hvort að, er þetta ekki skára á svona? Jó. Þetta er ekki ekki. Og þessi er út, þetta er þú vorum að tala um. Þetta er dýrt. Já, en eins og ég segi, KML er líka bara svona stemningshús og þegar það mætir fólk í húsi, það verður rosalega heitt hérna. Og ég held að þegar það líður á leikinn þá þurfum leikmenn að aðlagast. Já, klárlega og ég er ekki að spila en ég er farin að rennsvitna hérna uppi. Gefur María menna boltaði, hann er allt á neðarlega fyrir netið og Káa í 8-4 stöðu hérna. Já, þetta er eiginlega mistök sem Afturelding getur ekki gert. Þú mátt eiginlega ekki fara að klúðra svona og gefa Káa stigið. Nei. Sjáum flottur boltur á Pálu. Þetta gerir þess að mjög vel í móttökunni og hann er einhver miskilningur. Og minka hérna munin í 8-5. Þetta er svo sem sjálfsegið hjá okkur. Mér finnst að vörnin er búin að vera rosalega öflug hjá okkur undanfarnu. Já, þetta var svona bara samskiptaleysi hjá þeim. Þetta gerst ekki aftur, ég skal lofa því. Sjá hvað gerist. Og aftur setja þær í net. Astrid Eriksson setur uppgjöfin í netið. Káa fær aftur 4 stiga fórustu. Sjáum að Káa ekki enn klikkað uppgjöf. Afturlið klikkað á 3. Það er mikið í upphafi leiks. Það er mjög dýrt. Og náðu ekki alveg að tengja þarna, kom boltanum yfir, kemur Pála með flotta bolta, frábær vörn hjá Telmu, boltinn svo á velínu sem að, og hann er engin klár að fylgja Pálu og þessi bolt þetta er í gólfi. Og hérna hann dó svolítið í höndunum á Pálu og erfitt fyrir að ná honum. Hann fer ekki hærra en þetta. Að mér sýndist svona Heiðbrá sem var kannski næsta leikmann, hún var kannski bjóst að taka fyrsta bolta, en hún var kannski ekki alveg í jafnvægi að sækja þennan. Það er eins og það er. Þá er Daniela mætt aftur, voru ekki lengi að klára hringinn. Nei, þetta gerist ótrúlega rætt. Þetta, já. Ég mista þessu. Afturölding á ekki ná 2 stigum í röð. Nei. Og aftur klikkar Daniela. Já, sjáu hérna prósentumuninn, Káa með 9 uppgjafir, allar heppnaðar, Afturölding með 3 heppnaðar af 7. Þetta hefur bara varla séð áður.
En þetta ætti nú að lagast. Já, ég vil vona það. Leiksins vegna. Já. Kemur Telma blokkuð, frábær Howard. Já, bara allt sett í lát þarna. Já, það er ekki oft sem maður sér Telmu blokka og þetta var eiginlega eins og við kallum monster block. Já. Og Borja tekur leikli og ég er bara mjög sammálað því hjá honum. Já, það er að skerpa á hlutunum hjá stelpunum og KA-stelpunum að gera vel og ég segi að Matteo hefur breytt þarna hjá sér. Hann er með Theo og Heiðbrá frammi og lætur Theo fara á blokka Telmu sem er náttúrulega þeirra besti í sóknarmaður, þannig að það er mjög eðlilegt. Já. Spurning hvað Borja ætlar að gera til að aðlagast leiknum. Já, það er einhver annar maður en ég sem þarf að svara því. En já, eins og segi, sko, það er svo með Maríu en vissulega hefur ábyrgðin sóknarlega verið rosalega á herðum Telmu í vetur. Og það er alveg spurning hvort að, því að Matteo er nú þokkalegu blakkheilu og hann stútir að hlutir svolítið mikið. Það kemur ekkert óvart að hann sé jafnvel með sko plan B og jafnvel plan C ef þetta fer svo að klikka. Ég örugglega, ef ekki fleiri sko. Já. Boltinn upp á Mari í afturlínunni, fínn bolti, Jóna tekur á móti. Það er Lófis að setja boltinn á Tea neglir þessu, vel gert á Danielu. Kemur systirinn að Telma af Howardinni, til léttir í Pálu. Jóna tilbaka á Tea af Howardinni, frábært rally hérna. Og fín Káa Vörgusótt, kemur boltinn á Heiðbrá hérna, en María sé við þessu, kemur Telma af Howardinni enn og aftur, frábær Howardin Káa-liðinu. Boltinn tilbaka á Pálu úr afturlínunni, setur hann rólan á miðjuna. Þetta, hvar endar þessi bolti? Úti! Þetta stefnir í svakalega leik hérna. Já, það greinir það þurfti bara smá að anda gestirnir og þetta var allt annað að sjá til leiklið. En sér hérna tölfræðin að Káa komið 12 stig og það eru 8 eftir mistök afturlíka. Káa ekki enn gert mistök sem hefur kostað það stig. Einbeitingin er svakaleg í herbyggðum Káa hérna upp á því. Kemur Tea, já, þá setur hann út. Ég hefði kannski mátt sleppa að benda á þetta. Já. Nei, hann hlaut nú kannski að koma að því að það myndi nú flugra einu bolta. Já. Þú skulum ekki skjóta þig, ekki strax að það. Nei. Já, vel gett að Pálu, Jóna setur hann á Tea blokkuð og endar í gólfinu. Þessi er frábær Howard. Svolítið erfið stað fyrir Káa-stelpuna núna sem er greinilega á Tea að sækja eða alla bolta. Já. Og þær eru bara með tvöfalda blokk fram á henn alltaf. Þessi er út hins vegar frá Telmu. Já. Já, svona Heiðbrá getur nú heldur betur slegið líka, þannig að og sýndi hann bara á hann, rétt á hann. Já, hún getur það alveg, það vantar ekki sko. Nei. Svo fín bolta á miðjum, þetta er frábælega klárað á gestunum. Valdís Unnur kom með 2 stig. Það var virkilega vel gert í hann. Það er varla hægt að verðast þessu, þú tífast upp á bara upp á 10. Þetta var bara alveg geggjað sko, þetta er einmitt það sem það þurfa. Það þurfa að fá þetta frá miðjunum, það þurfa að fá stigið þar. Opna völlina eins og þá getur Telma líka skora meira. Já. Já, Valdís með flotta vörn, þannig að móttöku þarna kemur Pála með utalegan bolta, þær er í vandræðum, komur yfir. Það er Káa að halda frá pressa, kemur boltur á Lovísu, frábær Howard, en Tea er að bjarga þess og hvar endar þessi bolti? Það endar í antennunni og Káa fær stigið. Góð baráttu þarna á Káa-stelpunum. Já, en mér finnst það sko allt annað að sjá til afturhaldingar núna eftir leikliði. Það er svona, það er komin aðeins meiri svona trú á þetta.
kannski eðlilega, kannski svona, bara svona smá óþægilegt að koma inn í KM-lið. Það er ekki oft sem við sjáum svona fjölda og stemning í blagginu því miður. Nei, alls ekki sko. Þetta er alveg geggjað og þetta er öðruvísi einmitt heldur maður er vanur kannski og það er erfitt að koma inn í svoleiðis. Kemur Pála Del Olmo og þeir rakleitt í gólfið. Skilega vel gert þarna hjá Jónu, hún getur blokkina alveg eftir. Pála á bara einn þarna móti Telmu. Já. Sem er svo sem ekkert mjög auðvelt en það er auðveldur heldur en þeir eru tvær. Já, vissulega. Og ég ætla að magna við Pálu, hún er svo ótrúlega klók að lesa í aðstæður. Þetta er fyrsti ásinn, frábærlega gert. Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir, hún hendi í 6 ása í bikarúrslitaleiknum. Þetta er eins og við viljum sjá, þetta þekkjum við hana. Þetta er það sem hún á að gera. Já, ég segi hálfskrítið sko, að miðja, hún skoraði 7 stig í úrslitaleiknum og það er 6 voru ásum. Það er ekki tölur sem að sjáum alltaf. Ekki mjög algengt. Frábær bolti. Og þetta er þægilt fyrir stelpunnar. Jóna setur hann á Heiðbrá fram hjá hárninni en vel gert á Vilínu þarna. Og María setur hann í antennuna. Já, það er ekki að spýra að því. Það er ekki að spýra að því, Gústi. Það er ekki að spýra að því. En staðan er það 17-9 fyrir Káa í fyrstu hrinu og þetta bjóst maður ekki við. Nei, maður er haldið að afturhundin kemur meira krafti. Það koma mjög krafti en Káa hefur bara búin að svara því. Já, sjá alltaf þessi bara 11 mistök hjá gestur sem gefur Káa stig gegn einu. Þetta er rosalegu munur. Og 2. Já, nú hættir þú að tala um þetta bara. Þetta er ekki á tilvílun lengur. Ekki alltaf þegar þrennt er. Ég hef 1 tækjari viðbót. Sjáum hvað Telma gerir. Hún getur heldur betur tekið góða rökkjaður. Bolti skrúast yfir. En Jóna er velvangandi. Pála menna bolta. Vel gert hjá Línu. Kemur hörku bolti þetta frá Tinnu. En frábært gert hjá Káa líka. Og Daniela, já, sér að það er galopið þarna fyrir aftan. Virkilega skynsamt bara. Já. Þetta var skynsamur smass. Já, kannski smass skildi kalla. Þetta var eiginlega bara róluðu bolti rakleitt bara í einskismannsvæði. Já. Og frábært gert hjá Jónu, bjargar þessi bolta og Valdís setur hann yfir. Kemur hérna Einar frá Astrid, frábært purkun og Pála, nei, það verðist þessu vel og Telma verður að senda hann yfir. Kemur Pála Del Olmo fram hjá hárninni en þetta er hennar lífi. Kemur Tinna, þetta er erfiðu bolti, er hún nær að klára þetta. Vel gert hjá Tinnu. Bara í þröngu stöðu. Já, virkilega vel gert hjá hennu, það er bara... Það eru unun og horfa á hann leik, því lík barátt að beggja vegna. Já. Komið 3 stig í röð hjá Aftureldingu, þær eru að koma sér aftur inn í þetta. Já. Þú var trámandinn aftur að koma sér í gírinn. Þetta er eins málið, Telma er þá svo öflug í uppgjöfunum. Já, þetta setur hann út. Þetta er greinilega virkar á bæði lið. Það er greinilegt. Þá kemur tvöfaldaskiptingi sem við erum búin að bara venjast svo mikið hjá Matteo. Það er Amelia og Nera inn fyrir þær Heiðbrá og Jónu. Já, það er bara skrítið að sjá þetta ekki gerast. Já. Þetta er mjög klókt að halda sóknarpressunni með að fá hávöxnu Neru inn. Já, hún getur alveg slegið. Já, heldur betur. Og Amelia fer það í uppgjáðstöðu og hún er eins og ófár hérna á vellinum. Getur heldur betur pressa með uppgjöfum en þetta er frábærlega gert í móttökunni hérna og þessi bolti deyr í hárninni. Já, þetta var vel gert hjá Aftureldingu hérna. Já, þær eru að hóta því að koma sér aftur inn í þetta. Kemur Tinna. Þessi bolti þægir fyrir Valdísi.
Amelia tilbaka á Pálu. Pála klárar. Já. Vel gert Pála. Ég held að það hefði sko engin lípur á landinu náð að verja hann að bolta. Hún sér hann seint, hún lemur fram í hárninni og fastu bolti líka. Ég get hugsaði meitt. Ég held að þú hefði náð þessu Gústi. Já. Ég bara orðlaus, ég aldrei fikk hrósvaður á þetta. Pála komið svo aftur í 7 stig og þá tekur Borja aftur leikhlé. Já. Það var svo sem mikið talað að sérstaklega vísi enn og aftur í bikarúrslitaleikin sem að KA-liðið sýndi svo ótrúlega í þeim leik. Það var eiginlega sama hvaða staða kom upp, hvort sem var á vellinum eða bara á stigatöflunni. Það heldur alltaf áfram og heldur líka alltaf í sko samheldinu og gleðina. Já, þetta er ótrúlega þetta lið sko. Það er svo mikið samheldni í þessu liði. Það eru allar svo samtaka og það eru allar í þessu saman. Það er fátt sem að brýta það niður. Já. Ég held að sé klálega ekki neitt halla maður segir að það sé rauninni liðsheildin í KA-liðinu sem búið að skapa hann ótrúlega árangur í vetur. Stelpurnar eru deildarmeistarar, það eru bikarmeistarar. Geta hampað stærsta hér í dag. En þetta er frábær bolti. Vá! Astrid Eriksson, hún að byrja leikina krafti. 3 stig á miðjunni á henni. Astrid svo í uppgjafastöðunni, setti boltan í netið á hann. Þú bara örgar núna. Upp á Neru, Nera með teljan af háorðinni, vel gert. Og aftur á miðjuna og, nei. Valdís vildi meina hún hefði náð þessu bolta, ég er sammála henni. Ég gæti ekki segja annað allavega með hvernig boltinn fór beint upp líka. Já, hann hefði klálega skoppað öðru sem hefði farið af gólfinu en ekki hendina á henni. En hvað er það? Það er búið að dæma þetta. Vel gert hjá Valdís, hún er fljóta að hreinsa hausinn aftur. Kemur Thea með langan bolta, hann er út. Já, það er aðeins að jafnast núna með mistökin og svona eins og afturlindi gera. Það er fættan að pressa aðeins meira á okkur. Já. Amelia, boltinn á Neru, Nera fastur bolti. Já. Og ekki hjálpar hann skoppa á hálfdun líka, erfitt að lesa hann að bolta. Þetta var eiginlega mikilvægt stig, náðum að aðeins að losa stöðuna og einmitt afturlending. Það er svona, ná ekki að minnka þetta enn frekar. Já, það var heila bara eins og þeir, það var algjör þörf að fá þetta stig þarna. Ég datt hann út, ég var að fylgjast með hvað er gerst á vellinum. Já, Ida Katrín mætti í uppgjafstöðu hjá KA. Hvergi banginn, fljóttu bolti á henni, það er vel að móti boltinn á miðjuna og hún er að klára þetta frábærlega núna Valdís. Valdís kom með 4 stig, miðjurnar heldur betur að pressa núna. Komin 4 hjá Valdísi og 3 hjá Astrid. Já, ég meina, þetta er bara munurinn eins og frá því í síðasta leik hérna, Akureyri. Þetta er bara sem vantaði hjá afturhendingu þá. Það var þetta miðsmass og það virðist verið að ganga núna og þetta sjá líka allt annan leik heldur en síðast. Já, og fyrir vikið líka, það var svona kannski líka spara svolítið Telmu. Og Nera setur hann út. Er afturhending að fara að koma sér aftur inn í þetta á lokakaflanum 21-18. Þá tekur Matteo leikli fyrir KA. Já. Það er allavega afturhendingu komið vel inn í leiki núna. Nú er þetta bara alveg opið og getur fara hvað það sem er. Já, og einmitt þess að vorum að tala um karakterin KA-liðinu, en það er karakter í þessu hjá gestunum. Einhver hefði bara gefið hrinuna og vilja koma svo sterkinn í aðra hrinu, en það er ekkert svoleiðis í Mosó. Nei.
En það vita það líka, þetta mögulega síðustu leikurinn, þannig að það stranglega bannað að gefa eitthvað eftir. Já, eiginlega viss synd ef að þetta einnig myndi klárast í 3 leikjum af því að þetta alltaf bara eins og segja algjör veisla að fíkast með þessi liðum. Og jafnvel einhverju kalla eftir þetta einnig verði upp í 5 eða eftir 7 sko. 3 leikir alveg nóg fyrir mig, ég nógu stressaði fyrir. Það kemur Dalinn með hann að bolta, Thea tekur móti, fara tilbaka, Thea af hávörðinni og dettur í gólfið, Thea Andrić. Hún með 3 stig. Þetta svona keimlík staða að koma upp einmitt í bikarleiknum. Þá var Thea, hún skoraði held í 2 stig í fyrstu riðinu en endaði svo leikinn með einhver 28 stig og hún átti til að byrja svona tiltölulega rólega í stigaskorun og taka svo bara yfir leikinn. Já, það svona eins og notið fyrstur hinn upphitun bara. Já. Finna tölsið á boltanum og... Jæja, Jóna Margrét fyrir Káa. Fastu bolti, frábær móttaka og Telma með hennar bolta sem að, já, en það inni. Heiðbrá setur hann yfir og skrúfast þetta yfir. Já. Og dæmt mók í kjölfarið. Það var ekki mikið pláss milli hávardarinn og netsins þarna maður. Nei. En enn og aftur Káa-liðið að svara leið og afturlíka fyrir að hóta að jafna metin. Já, gera það bara með svona ótrúlega karakter hérna. Og þá kemur Jóna Margrét með ás. Jóna heldur betur þekkt fyrir að skora úr uppgjöfum. Hún var með næst flesta ása í deildinni. Svo sem með hesta er líka vellinum, hún Telma fyrir afturlendingu. Kemur Jóna aftur. Það er eins og vel á móti, kemur boltinn á miðjuna. Þetta verðst Pála vel, boltinn upp að Heiðbrá og setur hann langan. En vel geta Tinnu, boltinn svo á Velínu, boltast með Jóna tekur. Þá er það Thea Andrić. Thea, hvað endar þetta? Hann fer í loftið og Káa tekur fyrstu rinnuna. Því líka óheppni. Það sést væntanlega ekki í myndin, það er mjög mjótt járn upp í loftinu og einhvern veginn það skrúaðist boltinn akkurat í járnið og Káa svarar með 4 síðustu stigunum, tekur fyrsturinu 25-18. Hefur ekki að segja það að það hafi verið verðskulda? Jú, það voru Káa-stelpurnar voru betri aðalinn meirihlutann á leiknum. Afturlending gerir það mjög vel hérna og kemur sér tilbaka aftur inn í leikinn en þá setur Káa bara aftur í lás og klárar þetta. Já, kíkjum hérna á tímalínuna eins og við sjáum að Káa tekur strax yfir höndina og ég segi sko munurinn var orðinn ansi mikið á tímabilið. Það var 19-10 ef maður rétt. Það var 17-9 fyrir ekki. Það var 8 stiga munur sem var mestur á liðunum. En eins og segi alltaf svolítið afturlendingu og það gefast ekki upp. En þú þurfum að koma sterkar tilbaka í hrinu 2. Já, klárlega. Ég meina, þetta er bara fyrsta hrinna og það er nóg eftir, sko. Já, sáum hérna stigaskorurinn hjá Káa. Það er títtnefndu Thea og Pála stiga sem er 4 stig. Heiðbrá með 2, Nera og Jóna með 1 stig. Já, afturlendingu þar er Valdís með 4 og Astrid á miðjunni með 3 stig. 7 stig frá miðjunum, það er vel gert hjá gestunum. Og þá er það Velína og Telma báða með 2 stig. Kíkjum svo á tölfræðina úr þessari fyrstu hrinnu. 25-18 sigur Káa. Já, þetta er svona, segir kannski svolítið kannski spennustig hjá afturlendingu í byrjun að Káa skorar færri sóknarstig í 9 smarstig gegn 10. En munurinn liggur hérna alltaf í mistök mótið 12 gegn 4. Og Káa klikkar aðeins einni uppgjöf gegn 5. Já. Ég meina að við sjáum það að ef við les rétt úr þessu þá er skora afturlending fleiri stig heldur en Káa gerir. Já. Nefnum svo skoraði bara líka fyrir Káa. Já. Það er megið að það skoruð það vild.
Já. Já, gaman að sjá þetta og Káa komið í 1-0. Minnum á það þeir sem að koma nýr inn að Káa leiðir Innviði 2-0 og sigur Káa-liðsins í dag tryggir Íslands meistaratitilinn. Afturölding hins vegar reynir að knýja fram fjórðaleik liðana sem eru þá í Mosfellsbænum og ef að Afturölding myndi vinna þann leik líka þá þið hreinn úrslitaleikur hér í Káa-heimilinu í kjölfarið. Borja var búinn að gera breytingu á sínu liði. Tinna kom inn í fyrstu hrinnin áðan og hún fær að halda áfram. Já. Næja, önnur hrinna að hefjast. Jóna Margrét fyrir Káa. Fastur bolti og vel gert hjá Elínu þarna og Telmarsson bolta og þessi fer að valdi sig út. Það voru markmannstaktar í þessu. Já. Já, núna Valdís allavega með betri móttöku og frábærlega gert hann í vörninni. En Káast í vörnin sótt, kemur Heiðbrá, en áfram vel gett hjá Rut, þannig að Rut eiga frábæra byrjun hérna á annar hreinu í lífbárastöðunni og Afturölding komið hér í 2-0 og enn Valdís að valda usla. Heiðbrá klikkaði aðeins hann á vörninni. Það kannski verið ofauðvöldu bolti. Jæja, kemur hratt spila miðjuna og Lovísa, já. Já, Lovísa með sitt fyrsta sóknarstig, hún skorar Ás áðan. Þetta vel gert. Sjáum svo hvað Thea Andrich gerir hér. Já. Boltinn á miðjuna og virkilega vel gert hjá Danílu þarna. Já. Heilit uppspil. Og það einhvern svona Matrix-stæl að fóra sig frá netinu í leiðinni. Þetta var virkilega vel gert. Já, og enn svo Valdís klár að refsa. Hún komið með 6 stig. Stigahæst á vellinum. Staðan 3-1 fyrir Afturöldingu hér í annar hreinu. Valdís í vandrar með bolta og nafnað hennar því komið með Ás. Svona algjör óþarfi að vera gefinu fleiri stigun nú. Það fer kannski vel að milli vera nafna. Kemur Valdís aftur. Núna Valdís okkar klár allavega. Kemur Pála með boltan á hárunni og hann skoppar út. Pála til Olmó, komið með 5 stig. Það var smá gata á blokkinu þarna og Pála nýtti sér það og neldi í blokkinu á milli blokkarinn út. Já. Það rosalega oft maður sé Pálu endilega lemja á gjörsamlega fullu gasi en hún veit alltaf nákvæmlega hvað hann á að gera hverju sinni. Boltinn upp á Tinna með langa bolta. Thea Andrich tekur við þessu. Kemur Heiðbrá af netinu og þessi skrúast upp. Hefur ekki að segja þetta var klókt hjá henni? Þetta var mjög klókt hjá henni. Já, ég held að réttir svo öllum öðrum hafa henni brugðið við þetta. Og Káa búið að mikkið í 3-4. Lovísa. Vel gert og hraði boltamiðun, hæsir inni. Ekki nokkuð spurning. Astrid Eriksson. Já, þær eru rosalega mikið að nota miðurnar og það að svínvirka. Það er alltaf erfitt að stoppa þetta hraða miðurspil. Pála, aftur Pála les í hárunina.
Ég að spá hvort þið getur verið að Telma sig eitthvað meitt í hendinni sem hún mikið teipuð þarna og búið að spila ótrúlega lítið á hana. Já. Það hlýtur að vera. Og kemur hann að lúmsku bolti frá Astrid en það er að verðast þessu. Kemur Thea á boltin af Hávordinni og þær eru í smá vandræðum en gera það vel úr þessu. Daniela, boltin skoppa svo yfir. Jóna á Pálu, Pála neglir og skorar! Já. Hún neglir ekki alltaf en hún getur svo sannarlega neglt. Já, hún var í stórkostlegu smiður, ég fullir það. Og jafnar hérna í 5-5. Og þá er Heiðbrá áfram að pressa með sínum flottu uppgjöf. Hér kemur Heiðbrá. Flottu bolti og þessir inni. Já, sama Rut hikaði aðeins en það var alltaf Telma ofan í þessu. En, já. Það er bros allavega út í kappinn. Nei, hann var úti þessi fyrir ekki. Já, hann var úti. Já, fyrir ekki, ég held að það er inni. Mér sýndist það var inni en ég er engin dómari. Nei. Þetta var nú eitthvað furðulegt. Já, Hrafnhildur með þennan bolta í nettið og hann var mjög veðalega. Og afturhelding komið 2 stigum yfir á ný hér í annarri hreinu, 7-5. Sjáum hvað hún Tinna gerir hér. Flottu bolti, eins og flott móttöku á Pálu. Pála farin tilbaka, Pála neglir. Rut með mjög góða vörn þarna og afturlínu spark frá Tinnu. Kemur Thea það tilbaka. Það er hápalega gert hérna frá báðum liðum. Hvar endar þetta? Smá misskilningur hérna hjá gestunum og þá kemur Pála til Olmá. Setur hann lúmskan og já, Það er ætluðu allar í gólfið en hættu allar við. Já. Já, þetta virkar hann ekki erfasti bolti í heimi hérna frá Pálu. En smá misskilningur hérna. Sjáum hvað Pála til Olmó kemur hér. Flottu bolti, flott móttaka og kemur eina frá Astrid en Jónan er að verðast þessu. Skilur boltanum yfir. Og aftur raunar að nota Astrid og Astrid fyrir netið. Já, viðkynni það. Óheppinn hann Astrid. Já. Sjö staðan hérna og halda ára að vera sveiflur aðeins í þessu. Pála með þennan bolta og hann er út. Já, þriðja uppgjöf sem kikkar að káa. Þetta er alltaf aðeins að jafnast. Þá er Astrid komin í afturlínuna. Og Valdís það komið fram hjá gestunum, kemur Hrafnhildur reynir að lauma en Velína styr við þessu erfiðu boltið þarna og Jóna blokkar og laumar er frábærlega gert til Telmu og kemur svo Thea af Hávordinni og Tinna með hennar bolta, Pála tekur við móti, frábært rally, kemur Thea Andri sínum með blokkuð, boltinn enn í leik. Bolti baka Pálu, Pála í erfiðri stöðu en skora sjálfsögðu. Já. Þvílík veisla. Ég held að allir fengi að prófa massa hérna hjá káaliðinni í þessari rinnu. Og afturhaldingliðinu sem líka bara. Já. Þetta var virkilega langt rally, það er kannski eitt sem við þurfum að bæta við í KA-TV, það er lengt þessi rallys fyrir sig. Já. Þetta er þetta af netinu, fer yfir og Velína með að bolta og Hrafnhildur í smá vandræðum og nær ekki að ýta hann fyrir loftið þarna. Og Velína, Apostolova, kom með sitt 3. stig. En
En þá kemur Valdís aftur inn í líbarástöðunni okkur. Svo Jóna upp á Pálu. Pálu aftur inn í hávörðinu niður. Pála komið með 10 stig í leiknum. Ég sé alltaf, ef það einhver leikmaður á vellinu sem að virkilega kann það að lyfta titla á Íslandi, þá það Pála Del Olmo og ótrúleg. Missa boltan þetta yfir og Heiðbrá refsar hérna og lúrði hérna með netið. Já. Fasta bolta og hann út. Já. Þetta var mjög fast. Já. Já, það var ekkert mikið að milli mála að þessi var á leiðin út. Sjáum að uppgjáðnýtingin er jafnast alltaf hressilega út. 89% Káa, 84 hjá gestunum og frábær hávörð þarna. Tinna með hávörðina. Og þá er bæðileg komið 2 blokkstig í leiknum, þar að segja. Já, það var virkilega vel gert hjá þeim hana, gert hjá Tinnu, vel staðsett. Já. Það var svona hálf furðu lostur en hún skildi ná blokkinu. Daniela gerir þetta mjög vel, boltinn svo upp á Tinnu, Tinna með utan að bolta en Pála tekur hann og missir hann upp í loftið. Pála virkilega ósáttuð sjálf sig hana. Það er alveg magnaðið með Pálu, hún er svo ótrúlega ljúf og góð manneskja og það er aldrei illa neitt nema kannski sjálf sig. Já. Þetta verður afskaplega reið við sjálf sig. Já. Kemur Thea og þetta er á hávörðinu út, ekki nokkuð spurning. Thea Andrits léttir á Káa liðinu og Thea kom með sitt fyrsta stig í þessari annar rinu. Já, það er svoleiðis. Já. Þá fer hann í afturlínu. Kemur Thelma, hann að bolta. Og já, Valdís nær þessu. Pála setur hann eins og var yfir. Nú er lag fyrir gestina. Kemur Tinna, Tinna blokkur en blokkin fer út. Og Tinna því komið með sitt 4. stig í leiknum. Gaman að sjá Tinnu í dag, kemur inn með miklum krafti í leikinn. Bara frá því hún kom inn á, hann er búin að vera að slá bara fullum krafti og ekki hika neitt. Já, það er kannski líka við málið af því að það hlýtur að vera að Thelma sé eitthvað tæp. En fyrir vikið þá er kannski loksins komið kannski meiri ábyrgð á aðra leikmenn í liðinu og þær eru að sýna það að þær geta heldur betur borið þetta uppi. Talandi aðra leikmenn. Já. Heiðbrá kannski ekki þekktust við sinn sóknarleik en gerir mjög vel hana. Já, heldur betur og komið með 5 stig. Já, hefur svolítið talað um að hún sé þá kannski svona hálfgerð varnarkantur á móti sóknarkantinu hjá Theu og Pálu en hún er heldur betur að sína það. Hún er klár í sóknarleikinn í dag. Frábær björgun hjá stelpunum og Pála. Já, þessi er í góli. Þessi voru í góli. Og Pála enn og aftur les í aðstæður hárrétt. (13-13). Þessi önnur hrina er búin að vera alvöru naglbítur jafnt á langflestum tölum. Og þessi bolt er út frá Lovísu. Já. Já, þá skiptir Thelma út fyrir Maríu. Já, þær voru við báðar í úrvalsliði deildarinnar. Það er María og Thelma. Já, því boltinn
boltinn af Pálu. Pála heldur áfram að þjarma að þeim. Já, Pála kannski bara ósátt við að hafa ekki fengið að vera í liði ársins. Hún bara að sýna það núna og hún eigi að vera þar. Já, ég held að sammála því og held að séu fleiri sammála því að það var hálf skrítið að sjá Pálu ekki í liðinu. En svo sem það er svona uppi að staðir, þá muna allir eftir því hvaða lið hampaði titlunum. Já, það er rétt. En já, þá kemur skiptingin sem við byggumst alltaf við að myndi koma. Amelia og Nera komin inn á. Og boltinu, Thea mistar hann yfir, en Pála! Já. Hún nýtti reiður þetta boltinu að fara yfir í að blokka fyrir staðinn. En ég vantaði að blokkstig. Já. Já, þetta sjá þetta einmitt 8 smasti hjá henni, 1 ás, 3 laumur og 1 blokk. Útmynda alltaf hennu. Amelia því aftur. Flottur boltir frá Ameliu og Tinna setur hann yfir og setur hann út. Ég dái svo eins og Ameliu, ung stelpa sem að er að koma inn í svona erfiða leiki, erfiðum stöðum oft og hún klikkar varla upp. Nei, bara frábært að sjá hana, hún kemur hérna inn í úrslita leik hérna, hendir í ás hérna og bara, hún gerir virkilega vel. Þetta var frábært. Svolítið gaman að segja frá því, ég ætla að K.A. hampaði titlinum í fyrsta skipti árið 2019 og er einu skipti sem það er. Þá voru mamma hennar í algjör lykilhlutverki og eitthvað segir maður að það sé nú ansi gaman fyrir mömmunum að sjá að stelpan sé í fínu hlutverki hjá okkur hérna. Já, ég held hún sé ekkert að hata það. Nei. K.A. með 4 stig í röð og er búið að snúa þessu sér í vil. 17-14 fyrir K.A. hér í annar hreinu. Já, á sama tíma er stelpun okkar í Þór K. að spila móti Íslandsmeistari Vals í fótboltanum. Langt lið á leikinn þar í bóganum og Þór K. er 2-1 yfir. Það er nú kannski ekki úrslit sem allir búist við fyrir leikinn. Já, þessi leikur er svo ekki búinn, en já, það er allt í blóma í íþróttunum hérna hjá Akureyri, það er nokkuð ljóst. Það er nokkuð ljóst. Jæja, þá var spurning hvort að Amelia náði ekki að halda haus eftir leikli, það er nú oft sem að smá erfitt að koma í pása. Nei, hún heldur bara áfram. Kemur frábær boltur Astrid. Gert. Það eru mikið að nota Astrid í Einar hérna til þess að. Já, þetta er bara virkilega, þetta var virkilega vel gert. Ég bjóst ekki þessu. Þetta er alveg viðurkennt það, en. Þetta var. Nota hana mikið í þetta Einar þegar hérna miðjan hleypur að Antunni hinum megin og smassar þar. Mjög hraði boltar. Ja, Thea með þessa móttöku. Amelia tilbaka á Pálu. Pála laumar en Rut er mætt undir. Þá kemur Mari á afturlínunni. Frábær bolti frá henni. Amelia næra Kraftsson yfir. Og Thea verst þessu. Amelia upp á Neru. Nera neglir og bolti týnist í Astrid. Já. Það er nú lítið gert í þessu Astrid, en þetta er enga sér mjög svekkjandi þegar þetta gerist. Það var bara svo fast hjá Thea og fór í gegnum hendunar á henni. Já. Nera maður það, hún er... Neru sig. Já. Nera er sjóðandi heitt, komið 2 stig hérna. Og ekki búin að spila sérstaklega lengi. Þá er Rut með fína móttöku. Kemur vel ína, enna bolta. Vel gert hjá henni, setur hann alveg með frá línu. Og 18-16 hérna þegar það steytist í lokakaflann í annar hreinu. Afturlending má eiginlega ekki missa þessa hreinu frá sér. Það var allavega ansi erfitt til að enda tunnulundir. Já, þá er það komin algjörlega með bakið þú vekk bara. Já. Amelia upp á Thea. Thea neglir af háhorninni en María tekur við á móti. Boltinn hérna á Valdísi og Amelia á Pálu afturlínu. Pála með hörku bolta. Og maður er alveg hægt að kýpa sér upp við að Pála sé að skora og
það var svo ótrúlega lítið fyrir þessu. Aftur gerir Matti og skiptingu. Já. Ítar Hrafnhildur. Það er sama með Ítu eins og Amelíu, það hvergi bangin að koma í uppgjafastöðu í stöða sem allt er undir. Já, þá reynda sittur hann út. Það er áfram, ég þarf að passa mig fyrir að hrósa. Já, þá er heldur við búið að snúast við. Nú er Káa búið að klikka fleiri uppgjöfum heldur en Afturelding. Já. En já, þá er Afturelding búið að gera breytingu, þá er Telma mætt aftur á svæðið. Vel gert á Valdís, boltinn svo upp á Neru, Nera neglir þessu. Þetta gerði Amelía líka virkilega vel. Sá að Hávarnin var að bara loka á kantinn, þá bara auðvitað boltið aftur í bak á Neru. Og þá er skipting tilbaka, Jóna aftur inn í uppgjafastöðuna og Amelía út. Allt í lagi að taka þetta sem síðasta bolta fyrir kvildina. Já. Ég þetta svo hryllilega út oft hérna, það er ekkert gott að segja. Segir bara já. Já, það er hættulegur leikur. Jæja, fín móttaka, kemur Telma, næra, taka bara strandblagskogg hérna og kemur Heiðbrá með fastan bolta, Röðum gerir mjög vel. Ó, þarna vantaði ykkur talanda. Það held ég að Daníela hafi verið búin að kalla næsti, en það var kannski heyrist ekki í húsinu, það er svo mikið stemning. Já, og hérna afþreyingsstelpunnar. Það veistu, hvað er líka kannski sérstaklega svekkjandi fyrir Rut, því að hún gerði virkilega vel hérna í vörninni, en það er alltaf svekkjandi þegar maður fórnar sér í bolta og enginn er klár. En þetta er svona kannski eitthvað sem við sem líböruar þekkjum að fórna sér og svo allt í einu er enginn sem hefur trú á manni. Það er fátt verra en að verja bolta sem enginn tekur svo eftir það. Já. Hérna sjáum við skoruðu stíginn Pála del Olmo. Það er eins gott að þessi leikur er ekki á VFS-bólu, þá var hann búinn að taka yfir hann. Það er komið 14 stig. Heiðbrá með 6 og Thea með 5. Hjá gestunum, þar er Valdís með 7, Astrid Eriksson með 5, 12 stig hjá miðjunum hjá Aftureldingu. En það sjáum við ekki oft. Nei. Og svo er Velín og Tinna báð með 4. Það er bara ágreiðanlega mikið nota miðjurnar í dag. Já. Það er að virka. Það er stundum hvort að Telma sé tæp eða hvort að Borga sé bara búin að ákveða að bara breyta til. En þessi bolti í netið og Káa skyndilega 5 stigum yfir. Afturelding var búið að vera með yfirhöndina eða frumkvæði svona framan af. En Káa-liðið er að taka yfir á hárréttum tíma. Og Tinna tekur við, kemur boltinn upp á Telmu. Telma af hávörninni og út. Vel gert. Já. Þetta þekkjum við Telmu. Þetta þekkjum við Telmu. Já, 4. stig á Telmu. Þetta er hvergi nærri búið. Það þurfa að halda áfram að sækja og pressa. Þetta er Pálu, boltinn upp á Thea. Thea að reyna að lauma og þarna vantaði talanda. Og þetta er rándýrt í þessari stöðu. Já, að því sko að þær hefði alveg getið tekið þetta öðru og þetta hefði getið mikið einfaldara. Ég held að Velín hafi alveg klárað með boltan, en ég skil alveg Rut að kýla á þetta, en þessi kannski er talandi til staðar að bara heyrist ekki í stemningunni. Það gæti verið, en mikið háaði hérna allavega. Já. Það er fyrir víst. Já. Þetta er mjög fallegur háaði, allavega fyrir okkur káafólk. Já, mjög fallegur háaði.
23-18, kemur Thea Andrits með að bolta, hún að skora ás, boltinn snýst þarna hjá Tinnu. Og nú þetta orðið ansi erfitt fyrir afturlendingu. Ágerir Káa breytingu. Hún Rakel Holgersdóttir mætti í líberóstöðuna. Thea sem með bolta, Rut smá vandræði með þetta, gera eins og ágætlega úr þessu og Telma nýtir sína reynslu, kýlir bara í hálfutinn út. Stundur það má bara kýla hlutina. Sko. Þetta var bara virkilega skynsamlega gert hjá henni. Samtilega í annað skipti í leiknum sem hún tekur hálfgerðan svona strandblag skogg eða eitthvað hérna. Já, þessi kannski eðlilegt. Hún svo sem ekkert verri í strandblagi heldur en innanhúsblagi. Nei, svo það sumarið byrjað, þannig að hún er bara kannski komin í gírinn. Það geti verið. Og já, Jóna næra í þessu bolta upp og sjáu þið Pálu til Olmo. Það er allt sem hún er að snerta í dag að enda í stígi. Já. Og hún er komið 15 stig eftir 2 hrinur og Káa leiðir 2-0 eftir 25-19 sigur í annar hrinu. Nú fer þetta að vera svolítið bratt fyrir afturlendingastelpur að koma tilbaka. Þetta er orðið erfitt. Já, þetta setjast rosalega á andlegu hliðina því að þær voru með ágætis tak á þessu lengi vel. En svo bara kemur þetta áhlaup hjá Káa-liðinu maður. Káa kom í 2-0, sjáum hérna þessi hrina var rosalega jöfn og spennandi, jafnt á langflestum tölum. En þegar að mest á reyndi þá náði Káa-liðið yfirhöndinni og vinnur endanum 25-19 sigur. Sjáum hérna stigaskorunina. Þessi Pála til Olmo bara vá. Hún var með 4 stig eftir fyrsturinn. Skorar 11 stig í þessari annar hrinu. Það er reynda vel gert. Já, jafnvel stærri orð sem má segja en heldur bara það. Thea Andrits með 7, Heiðbrá 6, Nera 3, Lovísa Rut með 2. Á gestunum þar er Valdís með 7, Astrid með 5 og Telma líka komið 5 núna. Svo er það Velína og Tinna báð með 4. Sjáum svo tölfræðina hérna í annar hrinu. Sjáum hérna, núna var Káa með fleiri smörs, 14 smarsstiga, 25, það er ansi gott hlutfall, 56%. Afturlending aftur með 10 smarstig. Já, það er lokatölur í bóðanum, Þór Káa 2, Valur 1. Já, það er vel gert, til hamingju með það stelpur. Já, það vonandi til ná okkar stelpur að fylgja því eftir líka og það verður einfallega fullkominn dagur á okkur. Ef við ekki vona að það gerir bara 3-0. Ekki 2-1. Já, það er þetta að vinna 2 til blæki. Það er við þeirra. En já, sjáum hérna svo 4 laumur hjá Káa gegn 1, 2 blokkstig hjá Káa gegn 1. Og núna samt sko, nú snýrist það alveg við. Káa klikkar á 5 uppgjöfum, við erum búin að klikka á 6 í heildina. Afturlending klikkar á engri uppgjöf, en tapar samt með 6 stigum. Þetta er að hálf ótrúlega. Já, og gera bara 3 mistök í heildina sko. Ég ætla þessi ekki bara vörnin hjá Káa-stelpunum er náttúrulega mjög góð. Já. Við sjáum það að Thea er kannski bara, eins og maður segir, bara með 7 stig. En það sem hún er líka að gera, hún er að verja ótrúlega mikið, hún er að taka á móti, hún er kannski að taka aðrar áherslur heldur en maður reiknaði með. Já. En nú er spurning hvað gerist hér í þriðju hrinu. Nær Káa-liðið að halda haus, að vanta bara eina hrinu viðbót, en það er samt alveg heil hrina sem þarf að klára. Já, já. Nú er það bara að passa sig að halda haus og fara ekki með þetta út í eitthvað rugl. Bara fókusa, spila sinn leik.
þá geta þær tekið þetta. Já, afturlík með blakki upp í vegg. Kemur fyrsti bolti frá Daníelu, Valdís tekur við og fastur bolti frá Lovísu en þær gera virkilega vel í að berga þessu, skilur hún yfir. Jóna erfið bolti og það dæmir hér. Já, ég held að það sé alveg rétt hjá honum, sýndist boltinn vera komin yfir hinum meginn þegar Jóna ýtir í hann. Já, þetta var mjög erfið bolti fyrir Jónu þarna. Já, Pála ítti honum aðeins svo mikið. Kemur Daníela aftur en núna setur hún í netið. Það tengist því að ég hafði nýbúin að segja að það er ekki klikkað uppgjöf á hann. Það hefði verið búið að snúast. Það geti verið. Ja, kannski er það bara þessi helmingur hann minn, verður að gefa upp hann minn. Það er þessu góðu punktur. Ég hugsa ekki aðeins svo mikið sjálf á mig. Kemur Jóna. Jóna setur hann stuttan í netið. Og 2-1 hér í upphafi þriðju hrynu. Fastur bolti þegar gerir þess að vel úr þessu. Kemur Heiðbrá af áhaldina út. Heiðbrá er að eiga algjörlega stjörnuleik hérna. Hún er að gera bara rosalega vel. Hún er að gera allt sem Heiðbrá var að gera. Hún er að gera blokk út eins og hún gerir manna best heldur. Sem fáir í deildinni sem gera betur blokk út en Heiðbrá. Já. Hún er bara að gera þetta. Og hún fær bolta. Já, eðlilega. Hún er að skila sínu. Og þessi er inni frá Theo Andríts. Þetta var svakalega uppgjöf. Hann beygði allt svakalega þessi. Ég var löngum honum dæman úti. Ég er ekki hissa á að Tinna hafi gert það líka. Já. Kemur Thea aftur og þessi skoppar á netinu. Það gera vel úr þessu. Ná þess að alveg að finna Valdísi hérna. Kemur Thea Andríts og Thea Andríts er að skora. Erfitt fyrir Daníel að stýra þessum bolta. Og Thea. Ég var að segja hans að það er búin að hýta upp núna. Ég hef ekki vonað það, hún færi nú að skora almennilega núna. Já, 9 stig, það er ekki neitt. Nei, þetta er bara 9 stigur uppbytun fyrir Theo. Já. 4-2, 3 stigur auðvitað Káa, aftur kemur Thea. En Tinna gerir vel hérna og hraður bolta miðuna en það ná að verðast þessu. Boltinn upp á Pála. Það er ákveðt úr þessu og þessi bolti fara í netið. Já, það fór ekki í háruna. Það er, ég sem veldi hvort það gæti verið snið fyrir Borg að taka leiklið núna bara upp á það, veist. Það er búið að vera svona aðeins stöngin út hjá stelpum til að byrja með, bara aðeins að ná að slaka hausinn. 0 stillaði bara. Já, en ég held að Borg veit kannski aðeins meira hvað hann gerir sem aðstofandur en ég, þannig að sjáum hvað hann gerir. Og það kemur Heiðbrá. Þetta sá hún ekki Hávard, það setti bara í neti í staðinn og stoppaði niður. Hún nýtir allar að hindranir sem hún getur fundið. Já. Það er ekkert frábært að vera rúndinu með henni. Það er alltaf hraðhindranir sem hún finnur að verður að vaða á þetta. En 5 stig í röð hjá Káa. 6-2, Thea Andríts. Rödd gerir þess að vel hérna. Og Telma reyna að lauma en Valdís Kapitól er mætt undir. Pála af hárunni. Það er Lovísa mætt undir. Kemur Heiðbrá með langa bolta og ekki var hann langt úti þessi maður. En úti er hann. Óheppinn hann að Heiðbrá. Já. Þessi var ekki langt úti maður. Nei, bara rétt út fyrir hornið þarna. Sjáum hvað Valdís Unnur Einarsdóttir gerir hér. Boltinn upp á Pálu. Pála með gottan bolta. Hún er að skora. Hetjuleg baráttu hjá Tinnu en erfitt að ná þessu. Já, það er afturning og stelpur að bara sýna það núna. Það er ekki að gefa neitt eftir. Það á að berjast í alla bolta. Já. 7-3 núna hérna fyrir Káa.
Lovísa í uppgjafastöðunni, kemur með fína bolta. Telma í rosalega þröngu stöðu og fer í loftið. Já, kannski bara út fyrir antununa bara. Já, eða það, já. Ég held að hann hafi sloppið við loftið þarna. Já. Ég gæti ekki sér betur. Nei, það var rétt þér, hann var bara út fyrir antennu. En hún var í mjög erfiðri stöðu þarna. Daniela á Tinnu, Tinna, vá! Treður sem bolta þarna á Hrafnhildi sem var á flegi ferðar að koma mótinni í háhundinni. Hrafnhildur aðeins og sein hann í blokkina og Tinna nýtti sig það bara. Bolti frá Telmu. Valdísins var ekki meini vandræði með þetta. Kemur Pála, Pála með fastan bolta. Hún er að skora. Svo ætla að hafa það á reynu. Þetta var í handbolti. Það var í löngu búið að taka Pálu umferð. Bara þessi á ekki að fá boltan. Það væru komin í 5-1 núr. Já. Brá, þessi er inni! Hann er inni! Ég skil hann algjörlega, þessi bolti virtist þér að leiðin út. Hann bara hrundi hérna niður restina. Já, það er nokkuð ljóst að Heiðbráði búinn að læra vel á KM-ili. Hún gerur einn ásatna og Matti bara, nú ertu með gott, þú færð ekki meir í dag. Út af með þig. Já, svo sem ekki slæm skipti að fá hérna Amelíu inn í uppgjafastöðina. Hún var heldur við dröflu á hann og sátt þeim með Ás líka. Gústi. Fyrst afslutan þessu. Þetta er alveg ótrúlega. Þá er Káa búið að klikka á 8 uppgjöfum í heildina, Afturelding 6. Þá virðist að vera frekar ég heldur en endilega hvoru megin uppgjöfin er. Einhver smá reikistefna hérna inn á vellinum. Já. Tinna menna bolta. Thea með fína móttöku. Boltin upp á Hrafnhildi en Telma velvakandi. Að hlaut að koma að því að Pála gerði eitthvað sem var ekki upp á 10. Þessi átti að fara beint niður. Já. 10-6. Tinna fyrir Aftureldingu. Sleppur þarna með að gera þetta órulegt, en tæft var það. En fyrir vikið þá var einhver reikistefna hjá Aftureldingu í kjölfarið. Já, það veist við engi hvort hann við stíði á línuna eða slegið fyrst eða hvað gerðist þarna. Það var allavega mjög skrítið og virtist taka gestina alveg út af laginu og Pála skorar sitt 18. stig. Astrid blokkuð, kom að því að hún var blokkuð. Skila boltan yfir, Amelía upp á Theu, Thea milli. Já. Hanna þekki hana. Já, það gat nú verið 10 stig hjá Theu Andrić. Þá tekur Borja leikli fyrir gestina. Ég veit ekki alveg hvað á að gera til að stoppa Káli. Þetta er svo svakaleg liðsframmistaða. Það er bara að skora öllum leikmönnum og það eru allar að skila sínu og þetta er bara virkilega erfitt fyrir þetta Aftureldingarlið að stoppa þetta. Já. Af því ekki Aftureldingar er að gera rosalega vel. Einmitt. Það er ekki það sko, þess að gera eitthvað illa eitthvað. Það eru bara að gera líka rosalega vel. Já, og ég er bara hálf trú ekki hvað Káalið er búið að stígandi í liðinni búið að vera svakalega vetur. Við skulum ekki gleyma því að í grunninn er þetta rosalega ungar stelpur sem er að spila fyrir okkur. En svo ætlaði það með alltaf svo sem reynstu bolta inn á milli sem hann verður klálega líka að hífa upp bara eftir tímum.
Já, ég meina við erum með Heiðbrá sem spilar þessa 10 stöðu hjá okkur sem við erum búin að vera líbero held ég síðustu ár. Já. Meira minna. Og hún hent bara hérna í smassstöðu og hún bara klárar það. Hún kom með 7 stig. Já, nákvæmlega. Ja, Pála er greinilega mennsk. Hún setur þennan í netið. 5 stiga munur. Astrid mennaboltan er inni. Þessi datt. Talandi að vera mennsk. Valdís er það greinilega líka. Það er ekki oft sem að sér hann að missetta uppgjafir. Og Astrid Eriksson kom með sinn fyrsta ás. 6 stig í heildina. Heldur hér áfram. Já, Valdís gerir virkilega vel þarna. Kemur Thea Andrits. Finnur einhverja leið þarna. Og já, eiginlega bara guð hjálpi gestunum. Bara þessi frammistaða hjá okkar liði er algjörlega mögnuð. Já, það. Ó, sjáu þið! Já. Sjáu þið! Hún las þetta í gær. Það er svona kannski ekki mikið sem Daníela gat gert þarna, en vá. Þegar tíma sett þetta alveg upp á 10. Það var ekki breykað þessi baltu að fara frá njóðanni. Nei. Kraftundur aftur, þessir út. Já. Það er ennþá möguleiki. Já, hreinan er nú ekki ennþá búinn sko. Það er nógu eftir. Já. Sjáum hvað Daníela gerir hér. Daníela með þennan bolta og Thea gerir vel. Fær hann tilbaka og lemur af Howardinni og beint í gól. Já. Thea Andrits, hún splæsir hérna í sitt 13. stig. Hún er mætt. Þetta það er svo marga sem eru að koma með alvöru framistuðu hérna hjá okkur og það er svo erfitt að lesa í þetta, en þetta er svona helsti gallinn hjá okkur núna. Við erum að klikka allt og mikið uppgjöfum. Við vorum með eina klikka í fyrstu rinnu, það er á það 11 núna. Það er bara allt og mikið. Þess að virkið frá Valdísi, boltinn upp á Theu. Thea neglir Jáhá! Þessi bolti ekki nóg með, hann var alltaf fáránlega fastur, hann var alltaf sko algjörlega úti í bláa hornið. Greinilega orðin funheit eftir uppbytun í fyrstum 2 hrinnum. Já. Hún er heitt núna. Hún veit bara að klára þetta og komast heim. Já. Og hvað er þetta þessi bolti? Jæja, það er líf í gestunum. Fýtt bolti hérna frá Valdísi, hún er áfram þeirra stigahæst með 8 stig hérna. Það með grunar að Thea vilji klára þetta sem allra fyrst. Það er æfing hjá Splæsi á 50-daginn og hún þarf að mæta. Stýra þessum mönnum. Má ekki vera að þessu. Og boltinn upp á Lovísu og Lovísa! Já! Hún er alveg furðu lostin og skoraði úr þessu. Það gengur eiginlega allt upp núna fyrir utan uppgæðan á okkur. Já. Nú er spurning hvort við ná að jinxa þetta tilbaka. Kemur Lovísa Rödd í uppgjöfastöðinni. Þessu er inn. Já, Rödd gerir eins og fýtt úr þessu. Kemur Tinna. Vá, þetta gerir Tinna vel. Tinna kannski ekkert svo hæstað í loftinu og hún stekkur hátt og hún tímasettur aðgerðir sinnar alveg upp á 10. Já, bara virkilega góðu leikmaður. Talandi góðan leikmann, þá er nú María mætt í uppgjöfina.
Sjáum hvað María gerir hér. Fýtt bolti, Pála missar hann tilbaka en að sjálfsögðu Valdís mætt að bjarga. Pála setur hann svo yfir. Nú séns fyrir gestina. Astrid blokkuð. Hún blokkuð beint í gólf. Pála del Olmo. Pála, hún haldar að raðir stigunum. Ætti blokknúmer 2. Já. Tölfræði sérinn Birgir. Ég þarf ekki dagsvelskja. Nei. Flottur bolti frá Amelíu. Og Tinna situr hann yfir. Thea Andrís með frábæra vörn. Boltin upp á Pálu. Pála skorar! Já. 20. stigið hjá Pálu del Olmo Gómez. Hún að koma KA í 19-12 og þá tekur Borgaða Leikli KA 6 stigum frá því að eiga fullkomið tímabil. Þetta alveg geggjað. Skulum ekki gleyma því hvað henni stutt síðan að kvennaliðið okkar fór að keppa titla en stelpurnar svo svakalega tilbúnar í þetta. Það henni tímabil 2018-2019 sem henni fyrsta tímabil sem við virkilega erum að berjast hlutina. Þá var liðið einmitt deildarmeistari, bikarmeistari og Íslandsmeistari. Núna stelpurnar komnar með 2 af 3 og eru í rosalegum séns á að klára hans stærsta. Nú bara að fara fulla ferð. Kemur Amelía í menna bolta og Amelía að sækja ásinn. Já. Annar ásinn hjá Amelíu. Ég ætla að passa með að hrósa ekki á mikið, þá fer ekkert til spillis. Skipting hjá gestunum. (20-12). KA-liðið heldur betur komið í frábæra stöðu. Amelía Ýr Sigurðardóttir kemur hér. Flottur bolti. Kemur María afturlínu. Það gerir Thea vel. Boltinu upp á Neru. Nera neglir. Og María gerir það mjög vel. Tinna blokkuð en blokkuð niður. Þannig að hún að skora. Jæja. Enn Tinna að stíga upp hérna. 7. stígið henni. Jæja, sjáum hvað hún Tinna gerir hér. Hún má ekki klikka núna. Gerir það heldur ekki. Amelía upp á Neru. Nera neglir af hávörninni. Rödd gerir þess að mjög vel í vörninni. Boltinn svo hér af hávörninu og niður. Þórey nýkomin inn og strax búinn að skora. Nera ekki alveg vakandi hann í vörninni. Já. Hún svo sem hérna farin að hugsa eitthvað annað. Hún svo kannski verið oft meira í sóknarhlutverki hjá okkur. En já, gaman að sjá líbaróinn þig hérna alveg óvan hana. Já. Vel gert. Já, erfið bátt frá Amelíu en áfram. Snertir hann. Hann henni þá í leik. Frábært frá Theu. Frábær vörn eins og þar. Aftur. Hávörn en boltinn enn í leik. Frábært rally. Tinna erfiðri stöðu. Kemur eins og var löglega yfir. Nú séns, kemur Pála. Pála laumar og skorar. Já. 21-14 og Pála komið 21 stig. Og já, stelpurnar farnar að leyfa sér að brosa út í kampinn. En það þarf rosalega mikið að breytast ef að afturhending á að komast inn í þetta ný. Pála. Þennan bolta Rödd gerir eins og vel og boltinn í netið. KA 22-14 yfir þriðjur hinnu. 3 stig í viðbót og KA Íslandsmeistari. Fullkomið svar. Pála del Olmo
í uppgjafarstöðu, kemur með hennar bolta, flottur bolti, móttakan sem var góð núna, kemur María afturlínunni, af hálfdunum niður, já. María reynir að keyra steppunar áfram. Þau segja að það einhver sem að veit það, getur allt gert í blakið, þá það María. Það nefnilega fallega við þetta. Leikurinn ekki ennþá búinn, það nóg eftir. Út ekki að verja fórustunni í blakinu. Segir boltinn langur, hann út, það út frá Astrid. 8 stiga munur KA í vil. Þá kemur skemmtileg skipting, Auður Pétursdóttir kemur inn. Hún sýndi heldur betur frábæra framistöðu í lokaleiknum þegar við lyftum deildarbikarnum. Stelpa sem á framtíðina fyrir sér. Það er ekkert ótt, hún myndi skora gott stig á miðjunni. Já. Hrafnhildur setur hann bolta út og nei, það var stuttstopp hjá Auði. Spurði hvort að Matti á kenni henni með þessi bolti að vera út. Nei, ég held nú ekki. Hann tekur engur óþarfa áhættu núna. Nei, sjáum Daníelu hann bolta, Valdís með frábæra móttöku, boltinn upp á Neru, Nera, missa vörðan tilbaka. Boltinn aftur á Neru, Nera neglir og skora! Já. 24-16. 1 stig í viðbót, tap. Þá fara þær Amelía og Nera út af, Heiðbrá og Jóna inn. Það er gæsað á kámanunum eins og svo oft áður. Stemningin er ótrúleg. 16-24 er Jóna að fara að klára þetta með Ási. Rut bjargar þessu. Kemur María. Koma. Frábær Björgun setur boltann yfir. Afturleik, það er verða að pressa. Þetta er búið! KA er Íslandsmeistari í blaki kvenna! Ekki nóg með það eru deildarmeistarar, það eru bikarmeistarar og líka Íslandsmeistarar! Þvílíkt lið! Já, hér! Þessi frammistaða, ég fullyri það sko, Norðgangur eru bestu liðum á Norðurlöndum og lengi sér talið ættu erfitt með KA-leik sem voru í dag. Þessi frammistaða var rosaleg. Þetta lið, þetta er bara svo geggjað lið. Þær eru bara svo geggjaðar. Ég vil kannski gefa orðinu aftur orðið. Já, hér Birkir, þetta bara hvað var að segja. Já, sjáum að Telma, hún er bara annarri löppinni. En vá, þessi frammistaða. Já, hvað getur maður sagt? Þetta lið, 3 titlar og það er bara ég veit ekki hvað að segja, formu á þessum liðin líka, það sést ekki á þeim að það verður að spila heilan leik eða neitt og bara. Það er líka með bálið sko, líka fyrir veturinn, jú, menn töluðu það Afturelding og KA væri 2 bestu liðin líklegast, en það töluðu allir að KA-liðið væri samt svona lið sem er erfitt að lesa í, það væri svo ungt lið, það væri svo mikla ábyrgð á stelpum sem hefði ekki verið með ábyrgð áður, en þvílík frammistaða, það er að tapa 1 leik í vetur. Já, það er bara þetta lið
Já. Sjáum hérna aðeins þessar mögnuðu stelpur okkar að sjálfsögðu til að Gígja Guðnadóttir mætt til að taka þátt í gleðinni og líka alltaf magna við þetta að Gígja alltaf svolítið svona leiðtoginn í liðinu, hún alltaf fyrirliðin og alltaf stórkostlegur leikmaður, lykilmaður bæði í KA og í landsliðinu. Hún alltaf meiðist og dettur út sko akkurat þegar hvað mest á reynir, þegar stærstu leikirnir í deildinni eru eftir, bikarúrslitaleikin eru eftir og úrslitakeppnin, en stelpurnar þær er varla að sjá að það vanti svona póst, liðsendin er svakal. Já, bara alveg magnað. Maður var nú kannski ekkert allt of bjartsýnn endilega þegar að Gígja datt út, en svo kemur Hrafnhildur hérna inn og bara hún á svo sannarlega klappskilið Hrafnhildur, bara þvílíkt stökk sem hún tók núna. Það er ekkert auðvelt að hoppa inn í stöðunni hann í Gígju, sem þú segir, eina bestu miðum á landinu bara og hérna gerur svo vel, taktu við. Algjörlega. Og búin að gera það frábærlega. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Við erum að fara að lyfta bikar, þetta er komið bara einhvern hefð hjá stelpunum að spila blagleik og lyfta svo bikar. En ég trúi ekki að það hefði gengið frá þessu einvígi 3-0 og öllum leikinum 3-0 í þessu einvígi. Já, en eins og maður segir, það segir ekkert endilega alla söguna. Já. Þá er komið að því að verðlauna lið KA. Eins og við tökum það ekkert af afturlíku. Afturlíku með frábært lið og á held ég svona venjulegu tímabili þá hefðu þær lyft allavega einu eða ekki tveimur eða þreimur titlum sko. Stemningi frábær, algjörlega frábær stemning og það eru fleiri í húsinu heldur þið sjáu, það er fullt af fólki hérna undir myndavélastúkunni, það er fullt af krökkum hérna mætt á gólfið, þvílík veisla. Já, það er bara, ég veit ekki hvað maður að segja, þvílíkt lið. Þetta er ekki heldur, þó að við talað um Teu og Pálu sem algjörur bestu leikmenn hérna í liðinu og bara eiga að klára leiki fyrir lið, þá er það ekkert svo einfalt. Það væri ekki að skora svona mikið nema að fá uppspil til dæmis og það eru með Jónu sem er búin að vera stórkostleg allt tímabilið. Og gleymur líka ekki að hún er 19 ára, gömul. Hún er 19 ára og er að spila því líka rullu og það er bara alveg geggjað. Svo eru með þessar miður sem segja Lovísa og Hrafnhildur sem er búin að bæta sér geðveikt mikið og er að gera ógeðslega mikið fyrir liðið. Og svo náttúrulega Líburóin, leikmaður var valinn MVP í bikarnum. Þú veist, það er allt þarna. Það segir alltaf rosalega mikið Líburón okkar að Valdís eða sko í úrslitaleiknum sem að Thea skorar 28 stig þá er hún valin best sko. Það segir rosalega mikið. Þetta er byggjað frá loft og það er Gígja sem fara að lyfta honum. Innilega til hamingju, fullkomið tímabil hjá KA-liðinu. Deildarmeistarar, bikarmeistarar og núna Íslandsmeistarar. Það er eiga þetta svo sannarlega skilið. Það er eiga þetta skilið. Stórkostlegt að sjá þetta. Maður er hálf orðlaus einhvern veginn og ég veit ekki hvað ég veist að aðstofa RÚV með viðtölu til leik. Ég veit ekki hugmynd hvað ég að segja, annað en bara þetta var frábært. Þetta var bara geggjað, þetta var frábært, flott hjá ykkur.
ég held bara eins og segir, ég held að þessar myndir sýni meira en 1000 orð. Það lýsir þessu algjörlega hvernig þetta búið allt tímabilið. Þessi gleði, þessi samheldni í liðinu. Það er bara, þetta er það sem einkennir liðið, algjörlega bara og þetta er það sem er búið að skila þeim. Já, það er bara ekki spurning og líka eftir því maður veit hvað það er æfa rosalega mikið, æfa rosalega vel. Matteo, hann ættast rosalega mikið af þeim, en Matteo er rosalega metnaðarfullur og hversu gaman er að svo standa uppi með alla titlana eftir allt erfiðu. Ég held bara að þetta er geggjað og þá sérstaklega það sem var nú sagt, það var sagt í byrjun tímabils að menn héldu að Afturelding myndi taka alla bikarna. En hvað gerist? Káa kemur, mætir, sér og sigrar. Já, en svo eins og við sögðum, Afturelding var að spila frábæran leik í dag, en bara eins og ég segi, ég var ekki alveg að sjá hvaða, hversu stórt þurftu að fara til að finna lið sem hefði getað stoppað Káa leik í dag. Við þurftum að fara á í allar sterkustu liði heimis. Já, ég fullir það. Já, ég meina, svo spyrir maður sig, telma verið heil, hefði það breytt ykkur, kannski ekki, ég er ekkert endilega viss. Já. Ég er ekkert viss með hvernig liðið spilaði að Telma hefði breytt endilega, ekki kannski breytt ykkur leiknum en ekki skila sigri endilega. Já. Já, en það er kannski líka fyrir vikið. Hittu nú hvað er að fara að byrja hér? Þetta þekkjum við þegar Káa vinnur titla. Við erum að fara að sjalla, sjáum það þarf mikið pláss þegar eru allir með í sjallinu. Stórkostlegar myndir og bara stórkostleg hljóð og veit ekki bara hvað, það er allt stórkostlegt. Já, þetta er bara geggjað og það má heldur ekki gleyma því að þetta hefði aldrei komið í dag nema með þessu frábæru stuðningssveit sem var hérna í dag. Ja, þetta er bara stór partur eins og í öllum íþróttum, bara stór partur af sigrinum og af öllu, hvernig þú spilar, þessi stuðning sem þú færð. Já, það er líka eitt sem ég elska við Káa fjölskylduna, það er svo mikið samheldni í þessu, veist. Það var fullt af gæjum úr handboltanum og fótboltanum og í hvað sem eru mættin að taka þátt í þessu. Það er eitt sem ég elska bara við Káa, því hérna erum við öll mætt til að vinna fyrir félagið okkar. Við erum öll eitt lið, við erum öll í Káa, það er bara svo einfalt. Stórkostlegt, en það er svona spurning hvernig við förum að fara að segja þetta gott hérna. Það er allavega, við sem báðum mjög spenntir að fara niður og óska fólkinn til hamingju. En já, Birgir, þetta var stórkostlegu vetur og verður þetta ekki að vera áfram saman veislan næsta tímabilið? Ég vona það. Þetta er svo geggjað. Ég vona það. Þú veist, ég er svo innilega að vona það. Já, sjáu þetta segir kannski einmitt mikið. Það eru allir með í myndatökunni. En já, ég held að þurfa að setja bara ansi gott í dag. Annars bara takk kærlega fyrir áhorfið á Káa TV í vetur, gott fólk og við sjáumst heldur betur fersk næsta vetur. Sjáumst á. Bless, bless. Bye, bye.